Komið þið sæl. Þá komið að því sem margir hafa beðið spenntir eftir. Það að skoða ferningstölur og ferningsrætur. Byrjum aðeins á að kíkja á eina mynd, eða tvær myndir. Einhver munur á þessum tveimur kossum sem eru hér fyrir framan ykkur? Jú, annar kassin kallast ferningur og hinn myndi kallast rétthyrningur eða ferhyrningur. En það sem við höfum áhuga á ferningurinn. Og við ætlum að nota hann til þess að útskýra hvað ferningstala er. Ferningstala ein leið til að skilgreina það að það tala sem hægt að raða í ferning. Og ef við byrjum á að skoða einhverja svona tölur, þá getum við velt fyrir okkur, get ég raða tölunni 3 í ferning. Það held ég að sé ekki hægt. Ef við reyna að nota einhvern veginn 3 kassa, þá fæ ég alltaf út einhverja mynd sem allt annað en ferningur. Þannig að þetta tekst ekki og þar af leiðandi 3 ekki ferningstala. Hvað með töluna 6? Get ég raðað henni í ferning? Ein leið var að hafa svona. Þetta ekki ferningur. Ég gæti reynt að fara þessa leið hér. Þetta heldur ekki ferningur. Og þar af leiðandi 6 ekki ferningstala. Og hvað með töluna 4? Jú, ég get raðað henni svona. En hér ég ekki með ferning. En hins vegar get ég raðað henni með þessum hætti. Og hér þetta orðið ferningur. Og þess vegna talan 4 dæmi ferningstölu. En þá spurningin, þurfum við alltaf að vera teikna upp tölur til að athuga hvort þessi ferningstölur eða ekki? Og svarið við því nei. Teikningin hins vegar hjálpar okkur að útskýra hvers vegna það kallast ferningstala. En í raun og veru ferningstala tala sem að sett hefur verið í annað veldi. Það að segja hún hefur verið margfölduð með sjálfri sér. Einhver tala hefur verið margfölduð með sjálfri sér. Og skoðum hvernig það tengist tölunni 4, af hverju það ferningstala. Það vegna þess að ef ég tek töluna 2 og margfalda hana með sjálfum sér, þá ég komið með töluna 4 sem ferningstala. Ef ég tek töluna 3 og margfalda hana með sjálfum sér, þá ég komið með 9 sem líka ferningstala. Ég gæti raðað tölunni 9 upp í ferning sem lítur svona út. Það útskýrir líka hvers vegna talan 6 ekki ferningstala, af því að það engar 2 tölur, margfaldaðar með sjálfri sér, sem gefa okkur útkomuna 6. En hver myndi næsta ferningstala vera á eftir 4 og 9? Hvað myndi ég vilja giska á þar? Og við skoðum að fyrst ger ég 2 sinnum 2, næst ger ég 3 sinnum 3. Það ekki eðlilegast að gera í framhaldinu 4 sinnum 4. Og það þá næsta ferningstala. Og þannig getum við haldið áfram að finna ferningstölur án þess í raun að vera alltaf að teikna upp ferningana sem ég sýndi ykkur á síðustu glæru. En ferningsrót. Ferningsrót eiginlega andstæða við ferningstölu. Og það eru margar aðgerðir í stærðfræði sem hafa andstöðu, til dæmis plús og andstæðan það mínus. Við getum verið með margföldun, andstæðan við það deiling. Og svo erum við með ferningstölu og andstæðan við það ferningsrót. Kíkjum aðeins á hvað það og ágætt að styðjast aftur við svona mynd. Ef við skoða ferningstöluna 4 og sé henni raðað upp í ferning, myndum líta svona út, 4 reitir. Og þá sé ég að hliðarlengdin hérna 2 og hliðarlengdin hér afsakið, líka 2, ætla ég að skrifa svona. Þannig að ef við erum að leita að ferningsrót, þá erum við raun að spyrja hvaða tala var sett í annað veldi. Sem sagt, hvaða tala var margfölduð með sjálfri sér, þannig að útkoman yrði 4. Og hér erum við búin að sjá að það talan 2, vegna þess að 2
sinnum 2 er jafnt á 4 og þá getum við sagt að ferningsrótin fyrir 4 er 2. Ferningsrót af 4 er 2. Ef við tökum annað dæmi og skoðum núna töluna 9, hver myndi ferningsrótin vera fyrir 9? Ef við teiknum upp ferningin sem er 9 kassar eða 9 rúður, þá sé ég að hliðarlengdin er 3, af því að 3 sinnum 3 er jafnt á 9. Þannig að ferningsrótin fyrir 9 er þá 3. Og rétt eins og áðan þá viljum við ekki þurfa að teikna mynd í hvert einasta skipti sem við ætlum að finna ferningsrót. Heldur getum við stuðst við vasareiknin og til er tákn sem er notað til þess að sýna að við ætlum að finna ferningsrót. Það er þetta tákn hér og endilega kíkja á vasareiknin ykkar og leitið eftir því. Þannig ef ég ætla að finna ferningsrót af til dæmis tölunni 9, og þá myndi ég tákna það með að setja þetta skrýtna tákn yfir töluna 9, finna síðan það á vasareikninu, slá inn, þá myndi ég væntanlega fá út töluna 3. Og það er líka hægt að finna ferningsrætur af tölum þó að sé ekki endilega svona þægilegar tölur, eins og við höfum kannski verið að vinna með í þessari kynningu. Það gæti verið spurt hver er ferningsrótin af 12,8. Þá þurfum við einfaldlega að slá það inn í vasareiknin og það myndi koma í ljós að það er fullt af aukastöðum, en ef við höldum okkur við að nota 2 aukastafi, þá myndi ég segja að svarið væri 3,58, svona með námyndun. En nú vitið þið vonandi hvað ferningstala og ferningsrót er og gangi ykkur vel að reikna.